upp og sí, við erum orðið live, let me go back. Nei, alltaf, við erum bara live. Ekki það? Já. 10 in the morning, live. 10 in the morning Okkur er ekki live. betur að hlusta á okkur. Erum við á, þannig að við erum á YouTube núna? Já, það er enginn að fara að tune in og þá upload Jú, stuff víst. Fólk er að fara að tune in, eða? Já, byrju. Ef við postum Við erum ekki með að láta henni vita. Ég skal posta þessu. Haldið byrjið þið að tala. Ok, sko, eitt sem ég langar svo að gera er, mér langar svo að, hafið þið séð Diary of a CEO, eða? Já, nei. þegar þú segir þetta eins og þetta sé mynd eða eitthvað svona, ertu að tala Diary of a CEO er podcast Já. og alltaf í byrjun á podcastinu þá er svona and this is the thing about magnesium that nobody knows og svo svona, þú veist, nokkra klippur úr podcast-þættinum, skilur mig. En þú vilt að við tökum það í byrjun án þess að vita hvað við ætlum að tala um í þættinum. Já. BBL, Benzi! Og svo klippur næsta. And here are 7 reasons why you should start drinking drugs. Ég held að hann nefnilega taki upp þáttinn og svo klippi og seti það sem að besta er á þættinum, seti það fremst. Ég held það. Ég held ekki. Ok, tökum hérna. Yo, þú mátt ekki segja þetta orð, ertu crazy? What? Var hún í alvörinu ólétt af honum? Guys, ég veit ekkert hvað er að tala um. Bötti sagði bara Diaries of a CEO og svo eru þau búin að vera að tala um eitthvað sem að ég veit ekki svona hvað er að tala um. Nöfn klippur það fremst. What the fuck are you guys talking about? Sko, í staðan fyrir að við klippum þáttinn, þú veist við tökum við þáttinn. Hvað er Diaries of a Wimpy Kid? Hvað er að tala um? Það var í podcast. Nei, þetta er eitthvað svona podcast fyrir svona alfa heila eins og Bötta til að hlusta á, til að sjá hvernig Steve Jobs drekkur príkomið sitt og þannig næra að achieva CEO Engan svona dónaskap. What the hell? Herru, damn. Svo við erum live á YouTube, má ekki segja svona dóná. Það er komið nýtt síðan fannir 5.000 skall. Það er komið nýtt? Og síðan fannir 5.000 skall. Og síðan fannst þú 5.000 skall? Já, það er komið nýtt það er nýtt svoleiðis. Ég veit ekki hvað það er. Nýja það, þú veist, ok, síðan fannir 5.000 skall er, þú veist, maður segir lélega sögu og svo segir maður svona, og síðan fannir 5.000 skall. Skilur þú? Veitu hvað ég tala með það? Já, ég samt ekki, en jú. Jú, þetta er thing. En anyways, nýja það er 6-7. Nei. Það sem þú ert að lýsa er C-tier, 6-7. SSS tier. Já, fakt. Ég er ekki á 6-7 vagninum, ég er ekki alveg skilja þetta 6-7. Ég var ekki neitt þar, síðan allt í hennu í gær kvöldi var ég mesta team 6-7 sem ég verið ever. Þá fattar það 6-7 allt í hennu. Já. Ég held að ég sé bara komin í mikil angststatus til að fatta þetta. Já, þetta er... Já. Gerðu það einsinni. En Benzi, við vorum basically að taka í staðan fyrir að klippa það. 6-7. Nei, þetta er hræðilegt. 6-7. Nei, þetta er fucking awesome. 6-7. Þetta er ógeðslega lélegt grín, to be honest. Já, ég er ekki skilja þetta. Ég fíl þetta inn í ákveðnu kontekst, en þetta hér 6-7 does nothing for me. Þetta er svona hraðar. Hraðar er weird. Hraðar eins og bara juggling a pair tits, sko. Mér finnast, þá sá ég eitthvað svona gæi, eitthvað svona, þú veist, örugglega í podcastinu hans Bödda, hérna Diary of a CEO, og það var gæi að segja hvernig átt að vera harður og hardcore og hvernig átt að vakna á morgnana og þú veist, you as the 30-year-old man, you have to be doing this og svo bara svona cuttar í gæja, check this is my fastest 6-7 yet og hann gong supersonic að gera 6-7. Það er gott, það er actually gott. Það var hilarious. En þess að við hefum getað gert það í byrjun á þessum þætti. Að keppum hver getur gert hraðast að 6-7. Já. Það er awesome keppum. Það er enda pínu gott. Það væri cool að hafa counter fyrir ofan. Dómara judge svona Guinness World Records. Dómara judge? Það var sniðugt að segja svona. Dómara svona judge skæja svona. Ekki dómara, ekki judge, þetta er dómara judge. Dæma the judge of a 6-7 competition. Er það gæði sem að dæmir the judge? 6-7 competition, gæði að taka 6-7, dómari að dæma the 6-7 competition í og dómari að dæma dómaran. Ég var til þess að gæði að vera kepp í 69 challenge. Oh shit. Okkur var til þess að gæja að vera keppið því.
Já, það er enda meira impressive þegar það er one lady and one man. 2 ladies, 0 Það er, men. Meira impressive er 2 menn eða standard 69. nei, what the hell, það er meira impressive if a lady are holding a man. Já. Not to be sexist. En Það er meira impressive a lady holding a horse. What? Það er samt meira impressive, sko. Benzi Þínar komið með rannsóknastæður. dark web content. Það er bara að halda á hest. Lína Lánsökustæl. She did that. She did that. She stood on business. This is business, she held the horse. Ekki bara með Einari eða? Frænda. Þið eru going way too far. Þið eru maður Þú fuck veist sound ekki- way too nice. Þú ert ekki going far enough, kallið minn. En já, Bensi, það sem var að gerast í náðan var að ég var að taka highlights af þáttunum áður en við tókum upp þáttinn. Skilur þú veist að það í byrjun á dagir yfir CEO, það var alltaf svona klippur úr þættinum sem er að fara að byrja og það er bara svona, bara, and here's the secret that nobody wants to talk about and you will hear about in 20 minutes that will make you amazing. Svo ekki með næsta klippa. And he actually did the 6-7 challenge in like in 7 seconds og síðan næsta klippa, skilur og við erum að taka þannig Review of the pre-mix. Já, little bit þannig. Og þannig ég ákvað þannig að Böddi þurfti ekki verið eitthvað að klippa þáttinn og tók ég það bara fremst, þú veist, tók ég það bara á hann, highlightin. Þú pre-highlightaðir þáttinn án þess að vita, án þess að við varum búin að taka þáttinn. Já. Jep. Inception. Let's fucking go. Gauðar að pæla í þessu, ég var auksið eitt kaldanslega þegar ég var að hjóla í gær. Á TikTok heiti ég buddy.cosplay. Hey, that one watching right now. Oh, damn, no fucking way. Oh. What's up, my man? What's up? Let's fucking go. Guys, W's in the chat, W's in the chat. Who watching right now? Oh, shit, what the, bro? Hvernig erum við honum Þetta er einhverju yrkjar, sko. Halló, þeir eru verið í Bókstaflega. vinnunni, sko. Við Þetta er þrjum bókstaflega einhverju heima hjá skrifs- okkur að taka podcast klukkan 10:30. Þetta eru skrifstofu þrælar annað en við þrýr entrepreneurs. But we're making millions right now. Live on Allt We're YouTube. making millions at the work the night shift. Bætur going crazy right now. Ég er að fá bókstala 200.000 krónur í orlofsgreiðslu fyrir the hardest job on the planet. Þetta er crazy. Look Look what they're doing to the fathers. Þetta er ekki lagi. Ég veit hvað ég þarf að gera? Ég þarf bókstala alltaf tombólu. Bensi, þú verður að færa þannig að sést betur í bóliðin. Let's fucking Áðan go. stóð, maður sá bara micropenis og það var eitthvað weird að sjá bara micropenis. Það sást í mitt. Nei, það sést ekki í það. Það er svo lítið. Nei, ég er bara club president, sko. Ég er með stærsta micropenisið af hópnum. Like a boss. Maður myndi vera með minnsta sem the president. Já, var það ekki? Jú, I love it. to be honest. Hvernig er lífið post Íslandsmeistaramóti í CrossFit spöðasandurinn? Það sem ég ætla að segja er ég heiti buddy.cosplay á TikTok og talandum ég er farin í post-Íslands mót eventið. Ég heiti buddy.cosplay á TikTok af því þegar ég byrjaði á TikTok það var svona hunch í mér svona voka pínu steikt að ég er að byrja á TikTok mér líður smá svona ég sé að labba inn í menntaskóla. Þú veist, er ekki allir bara eitthvað fucking 17 ára hérna og ég er bara eitthvað 25 bara hey, hvað er að tala skilur eitthvað hérna og þá ég ákveð svona ok, ég ætla að gå bara, þú veist, ég ætla að gå bara full svona kaldhænismót ég ætla að heita bara buddy, þú veist, buddy.cosplay eins og ég fara að gera bara cosplay content og bæjum mitt var bara eitthvað 57 ára cosplay is my passion ok, fast forward couple of years ég keppi síðan á Íslandsmótinu og eftir Íslandsmótið fer ég á jammið og á jamminu besta kvöld lífs míns man ekki eina sekundu nei, ég var enda surprised hvað ég var holding up bara Þannig á það að vera, sko. drakk svona frekar mikið með mig og ég finn eiginlega ekki neitt anyways, ég er á dansskólanu á Hags by the way
To my left, 2 gælur að full on twerka. Já, Iceland is changing. Tók að fröka vídeo á því. Right boys. Af hverju eittir þú ekki á neyðartakkan og sá neyðartakki sendir skilaboð á mig og Benza wake up call, come to me immediately. Code red, twerk us on the dance floor. I need the twins to twerk off. 2 case of code red. Ok, anyways, ég rétti Berglind síman, hún byrjar að taka mig upp og ég smá stöði og ég byrja að hitta the percolator. Ég ætla að sína hérna hægt percolator, bam, bam. Percolator er svona svo á hlið, þannig að þú ert hérna uppi, bam, og fer niður, bam, upp, bam. Ok, og ég hérna percolator. It's time for the percolator. It's time for the... Og hérna, síðan þegar mitt percolator, þá svona stormar einhver gælla á mig, bara svona dettur svona... Viljandi. Eða veit svona chest... Let's be honest. Let's be honest, guys, let's be honest. En þannig ángríns, með deep-seated AI analysis, sér skreinilega að hún hérna að horfa til hliðar til þess að taka the bump. Og það sem hún að reyna að gera að feel my guy up, sko. Það sem hún veit ekki there's almost nothing there. Literally. Sem Michael Penis Club president og ég harði samkjöfni við Butta sem the president. Literally. Það sem var líka leiðan bumpaði. Oh, sorry. Það sko, það bókstlega flash á þér, það flash einhver að taka þig upp, þú ert hitting the percolator og þú ert sko í jakka sem er svona kögri á, þannig það er, þú veist, mikið movement going on. Hvernig sér hún þig ekki, spyr ég? Kannski í glasi. Er þetta að fá hana í podcast í viðtala? Ég væri mjög til í það, það væri mjög skemmtilegt. Anyways, ég hitti percolator og fucking going crazy, ég er going wild. Líka jakkin er svo góður fyrir percolatorinn, sko, því hann er svona, þessu kostur allt, skilur. Ok. Begge tekur þetta upp, þetta incident gerist og þetta er núna á TikTok bara searched atvik sem bara eitthvað Henry Cavill dance incident eða eitthvað. Já. Þetta er legendary. Núna er þetta viral á TikTok, þetta er með 1,1 milljón like. What? Og það eru fucking mörg comment að bara this guy looks just like Henry Cavill og bara what the hell he's like a blonde Henry Cavill bara geðveikt mikið. Getur þú pull it up þetta fyrir þá sem hafa ekki séð eða? Já, let's pull up the video evidence. Það er eiginlega crazy þessi comment sko, þeir eru svo fucking unhinged. Þetta er bókstlega bara það fólk að posta bara giffi af einhverjum manneski að borða 12 pulsur. Væri þú gælla og gæjar væri að kommenta þetta, þá væri þetta hvað myndi það fólk segja? Þetta er nánast 50-50 gælur og gæjar, sko. Hérna er þetta, myndband, að setja hljóð. Þetta er svo fyndið, að því hún klessir á þessu og þú reaktar ekki fyrir að hún reaktar, hún klessar á það og þetta bara halda fram að dansa. Svo kemur hún okkur hér og laggar þú Síðan voru við eitthvað kvöldi að taka einhver svona myndir á okkur með einhver gleru. Já, þegar þú segir við, það meinar ekki að þú ert að taka selfie af þér út í hotni. Við vorum öll að taka einhverja myndir, það var allir að taka myndir af mér og ég setti bara þessa með. Þú er nýbúin að segja að það er rétt Begg og Síman. Begg, takk mig upp. Efsta kommenti bara hérna, now why did you do that? 54 was like, svo hérna, why did you interrupt you? Þú veist, ég reyna að finna sko, í kommentinu með mörgum likeum, en hérna byrja fyrsta, you kinda look like Henry Cavill, og mynd af Henry Cavill. Blonde Henry Cavill og raw meme. Are you okay, blonde Henry Cavill? 56,000 like. Damn. Og, ok, sumir eru smá ruthless, I kinda hate her, what the hell? Hæ, við þurfum að fá hann í podcasti. Það er eins gott og sýndir ekki andlitið hennar. Blonde Henry Cavill. Þetta er pottet ykkur indislega stelpa og rakst bara eitthvað í mig og fólk going crazy. Blonde Henry Cavill. It's giving blonde Henry Cavill. The entire internet at this woman. Guys, relax. Guys. Wow, þetta er mikið like hana. Ef að fucking Henry Cavill er on the dance floor og þú rekst ekki á hann, ertu ekki semi doing something wrong? Semi.
palette swap Henry Cavill, blonde Henry Cavill. Nah, Það með 130 like, why'd she react like you bumped her? Án 170 like. No one deserves to be interrupted while performing the percolator. 175 pælið í fjöldrum af likes. Djöfull hægt að fara viral maður. Svo fucking viral. Delicious percolator, good sir. Okay. Insane. Hey, það eru 4 að horfa guys. Endilega W's in the chat. W's in the chat. Ok, þannig að núna ég auðvitað að reyna right away og hann svo træðar þetta að tala ensku og TikTok. Skiljanlega. Er eitthvað búin að ná að Þetta ekkert popping off sko en þú veist hérna I hope that helps. Og það með þú veist alveg 3900 like þannig að það svona eitthvað þau komment strax bara he has an accent fucking oh you are god rosalegt you are a god rosalegt komment so guys he has an accent aftur raw mýmið They're thirsty. They're thirsty in the chat. Það ætti náttúrulega ekki að vera legal sko. Dick me. Dóri sagði þetta bara. Damn. Lífið búið að breytast aðeins eða? Sagði fólk að biðja að show off those light fixtures. Já, fólk going wild sko. En ég fekk fucking mörg DM líka út í hennan jakka og þú veist, ég svaraði einu kommenti og síðan svaraði ég líka hérna bara DMs og ég bara svona I thrifted it in Spain I'm sorry skilur ég var með ykkur við vorum á Spáni þið voru gauð þú væri fyndin í þessu maður ég var bara actually it's all cool keypt hann legendary ekki heyrðu Benzi Karl W Benzi er svo fucking nettur let's go Let's go! Damn, guys, ég er með fan. Ég er með fucking fan. Guys, þetta er crazy. Guys, ég er bara humble gauð, sko. Benzi Karl? Býttu þetta þú sjálfur að segja þetta, Benzi? What? Hann er Karlsson. Learn to fucking read, seriously. Ég heiti ekki Benzi, ég bara kallaði Benzi. Þetta er ekki ég. Þetta er ekki ég. Á hverju sendir Dóri, let's go, W's in the chat. En það sem ég ætla að segja eftir Íslamóti gerst þetta og við postum fucking wow, what the hell já, það sem ég ætla að segja ég heiti Buddy.cosplay á TikTok í svona gríni og núna er svo margir að segja ég sé eins og Henry Cavill þannig ég er very seriously búinn að vera að considera íhuga að verða Henry Cavill að verða Henry Cavill nýja það væri hella að hendi í og bókstaflega gera cosplay þá er ég bókstaflega ok ég horfði á hendurnar á Benzi ekki hreyfast og það stendur ha þetta er ekki Benzi ég er smá freaked out right now núna er ég extremely fucking freaked out þetta er weird guys þetta er extremely weird er Anna Elín dóttir þín að skrifa þetta fyrir því á leikraborðið fokk hún þetta tók iPhone-un hennar mömmu sinni í leikskóla með sér hún var eitthvað pirruð hann við leiðum hann að fá iPhone-un það er smart parenting þetta er pirruð here is the information to everything in the universe þetta kallast the iPhone method þetta er actually mjög established parenting method sem leggur áherslu á að læra samfélagslega mörk strax þetta er mjög vinsælt í Júgóslavíu já ég ætla að segja heyrðu, ef við ekki taka líka svo recap af Íslandsmeistaramótinu jú, feitt en ég ætla bara að segja sko, þú veist, að þetta var svona fyndið full circle moment en ég hugsaði líka, það var mjög skemmtilegt að ég upplæði sko crazy svona brain fog og svona ekki beint blues eins og ég var eitthvað, hvað ég gera við lífið mitt núna heldur bara svona, ég var bara svo fucking overtrained að ég var bara svona, ég nefndi engu og þá var smá awesome að ég var eitthvað blowing up á TikTok það var svona eins og verkjalif ég var svona likes þetta var það dopamine kick en ég er seriously climbing cringe mountain að tala ensku á TikTok því svo er líka svona hvað content að ég gera og ég bara vera ég sjálfur ennþá nema að tala ensku og ég er svona
Ég held að næsta myndband bara þú í Witcher búning að þú veist svona dry humping body pillow með Chris Brown undir eða eitthvað. Mér langar að gera hana hafið séð trendið look at that I can see you bouncing across the það svona trend, það svona stendur I spot you, nei, we're at the club and I spot you og það svona gett svona elegant dans ég spói að skrifa we're at the tavern and I spot you Já, gott Ég sko ég myndi peppa líka, þú alltaf hendi í throwback þú varst eins og með Witcher hárið áður en að Witcher var frægur Já, áður en þeir gerir Netflix-seríu, hann var orðinn frægur fyrir þetta En það crazy throwback, þú ættir að vera búinn að hendi það sko á TikTok Ég held líka að þú ættir sem ég að hendi guys, I'm not like Henry Cavill, I'm not like him at all og svo svona bakkaru og þá ertu full on Witcher cosplay guys, I don't even look like him I don't see it, I've never seen it I've never seen the resemblance Cause I'm a bastard, yes I am ég fljúa, það súpmabúning Það verður gott líka, já, en allt einu kattast það yfir í bara svona full on edit af því eitthvað Já, það mjög gott But this is insane But people are saying I look like Henry Cavill I Bara don't Hlynur Hólm production level bara I'm not trying to get some fame just because I look like some guy like who gives og síðan bara ég hesti með sverð Það væri epic sauce Það væri epic sauce Ég vil recreation af Man of Steel þegar Superman að koma úr vatninu og þarf að stela fötum að því hann var nýbúinn að bjarga einhverjum gæja með oil rig og þú veist í svona rifnum gallabuxum með eitthvað svona bera ofan Ég vil recast Buddy í Owlbear sexinu í Witcher crazy style fucking the bear Ég lesi DM sem ég fekk í gærkvöldi Já, er þetta PG-13? Rihanna segir byrju Rihanna, byrju hver það áttur Hver Sydney Sweeney? Hættu Marengo sendir á mig Hey, you're kinda cute, let me know if you're ever in London as I'd love to rearrange your tight little hoop and you can pump it into me Leð mér gíska að þú endur í hell yeah brother Mér langaði strax að replya, ég ætla ekki að replya en mér langaði strax að replya what the hell What the hell? What the hell? What the Svaraði núna what the hell? Byrju Hvað er næsta? Why you don't famous Why you don't famous Þetta svo góður punktur hjá henni sko You are amazing Habibi Þú ert basically Þú ert örgulega top 5 frægast Íslendingur at the moment Þegar hann pælir í Það er þú, Jökull í Kalló Mikey Mix Björk MC Gauti og og Jópi Aaron Cracker Kannski gæinn sem gerir prumpulæð Byrju, ég mista þessu Hvað sagði hann? Ég trú ekki að þessi hlæði svona mikið og ég mista þessu Þetta var smá in the moment dæmi sko Heyrðu Tell me the joke now Nei, you had to be there sko I was here Já, þú veist Hvað varst þú yapping away þetta var að hlusta Já, ég kom með umöðan brandur að gæði með prumpulæðið væri kannski frægastur í Íslandi Já, við vorum ekki lagið ég get sagt þetta Nei Má segja það Oh man Má segja þetta Er hægt að segja það aftur? Er hægt að fá þetta eins og hann? Það var Jæja Getið sagt þetta aftur Týpurum minn fekk allavega að hlæja
Ég segi ykkur hvað er go-to movie svona skringilega hátt spurja hvað er það að tala þetta svona hljómar ekkert að fyndið en þetta er frekar að fyndið þegar maður gerir þetta kannski svona tvisvar, þrisvar á einu kvöldi bara það er svona frekar casual samræði gangi bara já, orðan þegar maður var að koma niður svo bara hvað er að tala um það verður pínu fyndið sko ég gerði það tvisvar þegar var svona Seltjarnarnes stráka hittingur strákanir og það var mjög fyndið einu sinni Ekki í fyrraskipti Vel gert, Böddi. Nei, ekki það Vel gert. Takk Varstu fyndin einhvern tímann áður líka? Eða var þetta fyrsta skipti? Ég hef áður alveg verið fyndin Einu sinni enn Ég hef Ég fæ ekkert að vera með því þegar þú ert fyndin greinilega Nei Við vorum að telja celebrities og ég sagði Aaron Cracker Það var fyndið What the hell? Það er ekkert They had to be their moment sko Já Þess vegna Hérna Takk var Bensi, það þú ekki tók neðilega frekar. podcasti Scheisse En ég fann að þú varst bara svona okkur segja mér ekki Þú varst að fara að expel me from the micro penis club Bókstaflega I'm the president Herru Já, hvað er langt í næsta mót, Böddi? Minna Næsta helgi Næstu helgi Sem í næstu helgi, hvað? Þar næstu helgi? Þar næstu helgi 18. desember Sund, ég er að fara að synda á eftir Synda 3 viku núna Það er sund á þessum Það er móti eftir bókstaflega mánuð, það er 18. í dag Já, eftir mánu 18. november í dag Let's go, quick math Vel gert Óri Insane Math club president Math Club of the Staircase Talandi þessu mót Þurfum við ekki að taka quick recap af Íslandsmeistaramótinu Böddi vill ekki tala um þetta Íslandsmót Ég vil eiginlega ekki tala um Íslandsmót sem ég Joke Jú, djöfull var fucking crazy stemming Á 50-deginum var insane stemming bara Það er wild Fólk hefur ekkert betra að gera á 50 dögum heldur en að mæta á CrossFit mót greinilega Sko, Björgvin sagði randomly bara þetta er árshátíð í CrossFitarans og ég var bara vá, þetta var mjög góð lýsing á hvað þetta er. Þetta er árshátíð í CrossFitarans á Íslandi. Þetta er svona árshátíð að vika CrossFitarans en samt ekki því það er ekki eins og sé eitthvað stórt Íslandsmeistaramóts partís og í lokin fyrir, þú veist, alla. Nei, en þurfum við ekki að halda The Red Bull Afters næsta ári? Jú. Núna ertu að segja eitthvað. Sterakastið afterparty. Wow, what the hell, hvernig myndum við ekki gera það? Sterakastið Afters, auðvitað fólk gerum við það. Nei, gerum Red Bull 10 skallinn 5 miljónir. Bump those prices up, kallar minn. VIP sterakastið lounge party í stofunni hjá Halldóri Karlssoni. Og þetta verður erfiðar að komast inn í þetta partí en að er að komast inn á Bergheim í Berlín. Án fucking jókskur. Við ætlum ekki hleypa neinum inn. Þetta mót var epic. Það var gaman að sjá allir sem voru að fylgjast með live hjá okkur á sterakastinu hafa stemmari og þetta var alveg Er samt einhver, við þurfum að fara að finna einhver aðra til að taka upp live á næsta ári. Já, við ætlum að keppa. Já, erum við ekki allir busy að keppa það? Já, við getum alltaf bara sett allt saman upp og eitthvað og svo kemur bara, þú veist, bara mixarinn Aron, Jón Jónsson, þeir eru bara að tala á fullu. Já. Það ekki? Jú. Fáum bara Ice Guys kannski. Coach Ice Guys væri fínt. Coach Þeir eru Jón var að lausir. fucking klötsa á þessu móti, sko. Hann var að geita yfir sig. Hann var alltaf að hjálpa okkur og gett. Coach Jón. Já, John from Iceland. það er fokk ég fyndi að kalla hann það. Hann heitir á Instagram. Ég veit það. Hann spreytti Instagram þegar hann fluttið til Katar í Coach John. Þú verður að segja þeim söguna frá því, sko. Hér Jón from Iceland. Segð þeim söguna, Halldór. Segð þeim núna fagra sögu. Hann breytti Instagram handle til að vera meira credibility af því að hann var að fara að sækja að þjálfa í Katar en hafði aldrei þjálfað áður.
í alveg. Og hann var nice to meet you, I'd like to be a coach here. I've coached for 25 years and I'm 24 years old. Það er mjög gott move, ángríns. Ef þú sýnir síðan A bara, boss move. Instagram account 2000 followers, Coach Dave, skiljur, það er bara svona, það er cool. Og bara 400 AI-vídeó myndbönd af þér að coacha hóptíma. Jón Ingi er kongur sko, hann er doer. Hann er ekki a donor, hann er doer. Já. Gotta be a doer. Hann var í World Fitness Project jakka á jamminu. Já, það fann gott að hans bjögga það ekki. Jú. Ok, guys, þið sem eru mættið fyrir utan heimum er að taka myndir að því ég er live. Ok. Það er smá að trubla mig right now, hann að þau með bara letsa. What í alvörni? Whoa, I have a girlfriend. Whoa. Oh my god, þetta er því á tánum. Er Becca feeling the heat eftir að þú varst svona frægur? Já, hún er búin að vera þurfa putting in the work, svo bara þessi ekki að letsa bara. Bókstæli hún átti afmæli eitthvað í gær. Hún átti afmæli í gær og ég ætla ekki að gera neitt. Nei, hún var bara fucking, sko, all in. Hún bakaði köku fyrir mig. Bókstæli. Nei, þetta ekki gera neitt, já, ég veit ég afmæli. Nei, leggst þú bara, ég skal baka köku. Becca er hérna, Böddin, hann er að klára að ganga frá eftir neðansu, ég heit ekki hérna. Hún bara, oh my god, þú svo líkur henni kafali, ég glemdi, ok, byrja aðeins. Oh my god, fuck, sorry, ég veit ekki hvað ég sagði þetta. Bara, ég skil hana vel, sko. Hún er skítstressuð. Nei, henni finnst það mjög fyndið. Ekki lífa. Af því að síðan er svona degi 2 eða eitthvað þegar þetta er í gangi, þá hendi ég svona actually svona, já, ég meina þú veist, ég er frekar myndalegur. Og hún var, calm down, gaur. Og ég var, hvað? Ég er? Bara, not in the tens, not in the hundreds, people in the thousands, er að segja sér það. Og hún var, já, þú ert mjög myndalegur, þú ert mjög sætur, þú ert það. Ég var, já, ég er það. Það er gott að hafa einhvern svona með sér, sko. Já, og svo er já, alltaf líka 100%. hendi bara, ég var alltaf gistaði með pappa þegar ég var á Íslandi. Og ég var alltaf, ef það var eitthvað sem var ósammála með eitthvað, þá væri bara, þú veist ekki bara hvernig þetta er, skilur. Þú veist, bara. Bókstælega. Ég hef aldrei verið á þessum stað, bara, það er insane að vera svona frægur, bara. Y'all don't know how it is. Þurfum við ekki að fara að henda sem í jólaplötu eða? Jú, @bolajof12 segir góðan dag. Góðan daginn, Bola. Hvað segir Bola í dag? Við hvað vinnur þú, Bola? Er þetta ekki Breki eða? Nei. Breki Bola? Hugmyndalægi, jólalægi. Heyrið þetta? Já, nei. Heyrið ekki klukkunar í smá, byrju. Byrju, hátíð fyrir höndum einn, fara á YouTube. Heyrið þetta? Neip. God fucking... Nei, erum ekki. The Riverside. Det er hátíð fyrir höndum einn, hur er det labba einn, hur er det kræm einn, fyrir fóttan besin lein, nei. Ég skal spila fyrir þetta ári. Ok, takk. Næstu 40 myndir verða platan Vinn í Brek. Jólin koma. Býtu, er þetta að vinna með Jóninga eða? Ekki spila allt, spila svona eftir 18. Ég ætla að vinna með Jóninga, býtu. Heyrst þetta? Þetta er ekki það sem ég vil fá. Ok, Ég vil fá Hilmar með en 3. Turn that Ok, þetta var reyndar alveg awesome að náða. Ok, Lækka þess, það er rosa hátt. Það er lækka smá. Laukans, já, það er ekki bara metla. Ok. Heyri stímið Þetta er crazy build-up, og ekki hlusta á þetta. Þú hlusta bara svona, what the fuck, hvað er það að gefa út? What the fuck, þetta er fucking weird. Þetta er náttúrulega við að syngja þetta, skilurðu? Ok, bara what the hell? Wait for the drop. Wait, núna hérna. Svo þetta kemur bara. Þegar í staðan fyrir þetta kæmi bara like, mást það hvað þú segir.
kæmi bara full on crazy ass drop og ég bara fucking on a bitch fucking on a snitch oh Christmas bitch in the house fucking on a þú veist Christmas bitch in the house. What the hell, Dóri? Clip that, chat, clip that. það væri sick Það væri enda hætti sick. tónlistinni, ég heyri nörði í bensa án gríns. Herri, þetta svona fjórða skipti sem Dóri bara, ég verði sýningur eitt og spila 40 mínúna klippu. Sem bara býði það. Gæna elskar það. ég elska það fucking love it I fucking love it. fucking love it I'll do it again. einhver í chatinu hérna remix þetta real quick og leið mér að droppa freestyle á þetta komast það Bókstaflega Tiesto í chatinu sko. Tiesto Hérna, Hilmar Úlfars er að spyrja, er búið að opna línuna fyrir símtöl? Já. Já, Fimm- það er bara mjög gaman. fimm. Jú, ef ekki bara senda Buddy, getur þú sendt hérna invite linkin. Í chatið? Já, gerðu það bara. Hell Má sjá. Hell no, kemur ykkur inn. Ég hata hvít fólk. Fyrir ekki. Hilmar going crazy með eitthvað runkmúfu bara við oh shit, sorry Æ Shit, Það bókstaflega. sketa? Anyways, smóti crossfit. Mikið smóti crossfit. Fyrir mér, það var eitt svona drama-moment, alvöru drama-moment. Fyrir mér, en það voru nokkur drama-moment á mótinu. Það eru mörg drama-moment, hvað er ég að bulla maður? En fyrir mér þá var þú veist, það var eftir hennar sprett-eventin, þá tók ég ákvörðun, ég ætla að hætta, ég get ekki haldið áfram. Og Steinun hætti, bókstaflega, hún var bara hún bókstaflega fór í berserkur blackout, bókstaflega, hún mundi ekki eftir að hafa gert greinina. Þú veist, hún tók eitthvað x mörg bar muscle up og svo bara blackout, hún bara man ekki eftir burpees, man ekki neitt, skilur. Það er gjörsamlega insane. En svo Það er vel gert, það náðu að vera. Og svo var insane þegar motherfucking Viking Blends var going crazy. Hann lenti ykkur litho á veseni eða eitthvað, þannig að það var bara vökva fyrir hnéð hans. Hann fór til læknis og lét taka vökva úr hnénu held sínu og hann eitthvað. enda á því ekki að gera það Jú, hann setti í story og búið að taka bara, sýndi bara sprautuna og Ó, allt. Já, og hann var í sund í greininni. Það var sund thrusters. Hann öskraði bara seinni helmingin á reppunum. Seinni helmingin af thrusters. Já, thrusters, já, af nýpinu. Þetta bókstaf þannig, Eggerst kom að honum sem hefur verið mikið í podcastinu hérna og sagði hann að fara í dýpri hnepu og þá byrjaði hann bara að öskra í hverju reppi og Eggert var bara hann sagði Það bókslega var þannig. sem ég bara það hefði einhver nátt að kasta inn hvíta hangklæðinu fyrir hann sko Já, 100% sko. You gotta kill yourself, Johnny. Man, og leti þessum að Dóri. Farðu dýpra. What the hell? En já, Bensi, þú hendur bara í fría mynd af The Dogs í story. Anything to promote the podcast, I will do anything. Sýnst það? Whatever it takes. I get it done. Whatever it takes. Var ekki búinn að segja ykkur frá þarna Sánugus story, þarna sögunni með gæjanum sem var að segja ykkur að syngja með, öskra með. Jú, það Nei, er hvað er það? insane dæmi, sko. Fucking þarna Sánugus gæjarnir, sérstaklega á einum stað, svona einu vinsælasta staðnum. Þeir eru mjög ýktar típur, sko, þú veist, þeir eru geðveikt svona, og gælurnar líka. Svona, gett svona, okay, welcome to today's sauna. This is a space for healing, creating, leaving, running, and doing whatever you feel like being. Og maður svona, what the fuck, Bóbi, þetta hit me right now, sko. damn. Ekki. Og ég er samt alltaf, að því að maður er hérna, þú ert náttúrulega algjört prick og mætir og svo ertu bara eitthvað, what is this? Eitthvað, það er að vera bara eitthvað fílu all tíma, þannig ég er alltaf bara,
Já, let's do it. Og þegar þau eru bara imagine you're walking up a mountain, það eru bara fucking Lord of the Rings mót, bara þú klifur a mountain í haustum mínum. Skilur? Það er miklu kjánulegra að góða ekki all in. 100%. Ég bara get ekki með samanlega. Og eitt gæði Við höfum þannig típu. Já. Við hata þátt að típa. Þetta er laum. Ég genuinely hata svona nonchalant, ég veit það ekki, mér er alveg sama, svona típu. Ég þoli það ekki. Svona aðgerðarleysi, svona nonchalant, I don't care. Það eru nokkri í chatinu sem eru þessi típa, sko. Bókslega 3 live að horfa. Ég er ekki þessi típa. Bötti hatar mig. Gæinn var pínu fyndin, af því ég er ekkert að tala í þessu samningu, þessu dæmi. Ég er bara að leyfa honum að tala og ég er með þögn eitthvað. En vel gert að leyfa honum að tala ykkur. Félagi minn var bara suffering í gegnum þetta samningssession. Ekki mikill hita gæi, ekki mikið fyrir the heat. En hann var bringing the heat, annan ég. Hann var bringing the heat í þessu samningu, það er fucking heitt. If you can't handle the heat, stay out of the kitchen. Hann var byrjað að hendi í svona pose, svona grípa fyrir andlið. Og drepast. Og horfa niður, hann bara drepast. Og ég svona tekni öxlina á hann og segi við hann bara, þú veist, að því á sammálanum að þetta var allt í hennu fucking heitt. Og ég var bara svona, þetta verður ekki verra. Þetta er bara, þú veist, allt í hennu var þetta núna gett vond, en ég var að segja við hann bara, þetta verður ekki verra þetta. Skilur við. Það er svona pínu comforting, en þú veist, maður er samt in pain. En ég segi það bara við hann, bara þetta verður ekki verra þetta. Og ég segi það bara alvarlegur. Já. Ok, og hvað gerist næst í sögunni? Ég er mjög spenntur. Get ég breytt nafninu á fólki? Breytt nafninu á fólki? Á hverju klárar ekki söguna? Svona, boom. Hann er að byggja upp spennu. Svona. The classic. Þetta er classic. Sjáðu hvað ég breytti nafninu Spensi? Nei. BBL Bensi. Og þú breytir í 6-7 headshots. That's what I did. Já, þarna motherfucking, hann er eitthvað að segja við mig þarna bara please let me be the one who is speaking. Gett svona passive-aggressive. Það var smá Indian reymur þarna. Nei, það var ekki þannig reymur. Ekki það mikið. Ekki það mikið. I want to be the one who is speaking. Þetta var svona ekki. Þetta er indiskur reymur. Já. En þetta var svona dansku svona sem ég gerði á hann. Please don't let me be the one who's speaking. Anyways. Þóra fucking rugl í mér maður. Ég er að reyna að segja söguna og þú ert putting my brain away. Ok, anyways. Motherfucking gæinn gerir þetta og ég er bara svona what the hell. Og með þess að Begga og þú veist Anna og Helgi sem eru með okkur. Þau eru bara svona what the hell, ok. Og ég er bara svona ok, bara með þögn. Og síðan byrjar motherfucking lag og það búið að vera svona build up alltaf svona, þú veist, lögin alltaf var meira svona intense. Svo byrjar allt í hennu please stay. Það lag. Nei, þarna these beautiful things that I got. Það lag byrjar. Og hann er svona að tala og er bara svona and if you want to please just sing along and scream and shout if you want to. Og þessi Bóla er að gera oss cancelled. Ain't no way, bruh. Og ég strax ákveð, ég ætla að öskra með því. Ég ákveð bara, ég ætla að öskra þegar að, þú veist, please, varstu svona triggered? stay. Nei, þú veist, mér finnst það bara svo fyndið. Því ég hugsaði bara að það væri svo gott, allir eru svona pínu vandræðilegir og eitthvað. Svo er eitt gæði sem er bara, please, stay. Og líka bara Berglind með mér og Helgi og Anna, skilur þetta, það hefði bara verið svo fyndið moment. Þannig ég er svo mikið að mana mig upp í þetta. Ég er bara, ég ætla að gera. Ég er bara, lagið er alveg frá að koma og ég er bara, og ég finn það, ég fæst að stressa mig núna að hugsa það. Ég var bara, fuck, ég ætla að gera þetta. Og ég er bara svona, hvað. Svo bara bildið alveg koma, alveg gerast, droppi alveg koma, svo bara, blum, deyr hátalarinn. Og hann bara, Nei. The speaker was a bit too warm. I'm afraid no more music for the remainder of the session. Hættu. Og ég var, þetta var held ég mest anticlimactic sem ég upplifað ever. Þess að she said, boom, chat, klipp það. Af hverju þetta ekki með ice speaker eða ert sauna boss? Veistu hvað hann gerði í þessu sauna sessionni? Hvað?
og fullt af klökum, setti það í eitthvað svona skeið sem drippar úr, setti klakan í og vatn og var svona ice, þannig að fólk var svona sitjandi svona og hann var svona að hella svona vatn yfir það, geðveikt svona low-key smá sexual, nei og hann gerði við mig hann svona köppa alltaf hugun á manni án maður að gera það já, greip svona hérna what the greip hérna greip í hálsum watch it, let me help you Hvernig ætti að vera með sterakast gusuferð? Það er svo on-brand. Það er svo on-brand. Full nude. Of course. Full sing-along. Oh my god, full sing-along nude sauna session sterakastins. Damn. We're onto something, guys. We are actually onto something. Sell the stocks. Sell the house. Sell the damn kids and dog. I don't care. Böttir að fara með induskan reym allan tíman Reisist að vera með induskan reym Ég meina þau eru tæknilega að sé í meirhluta Þau eru í meirhluta Never thought of that, did you? Já, þessi kínversku reymur Þau eru í meirhluta Do it then, Benzi, do it then Go ahead You want me to do it, huh? I'll do it I'll fucking do it You think I won't fucking do it? You think I won't fucking do it? Það spurning hvort við fáum einn úr chattinu ef að lefa chattinu að keppast aðeins hver með besta reyminn Byrju það Ef að taka reym chat Live call, skilur það bara Oh my god, hvað það væri crazy Byrju hvernig sendir maður invite Okkur Benzi going crazy on him það sem ég vil fá svona Drewski svona live og fólk auditions Benzi væri svo legendary í því hlutverki og gæri að koma í auditions til að joina sterakastið, vera fjórði sterakastmemberinn bókstaflega það er huge það væri svolítið stórt sko það væri epic sauce það væri engin sem að qualifier at the moment sko kannski Rúrik Gísla Ok, let's be honest, Rúrik væri geðveikur Rúrik Gísla mætir alveg, þú ert, ok, hvað ætlar að gera? Hann hoppar, perfect split, boom, lendur á gólfinu, byrjar að bounce on it crazy Benzi Búsla Hann bara vantar að þú veist ef hann væri aðeins meira good looking þá gæti hann kannski svona Hann svo sem hann er líkar einhverjum frægum Líkar einhverjum frægum Dóri líkur einhverjum frægum You're looking at him. Boom. Heyrðu, my baby boy bókslega screaming in the other room. Hold up 1 minute. Yeah, no worries. Please stay. En ef ég hleyp mér, sækja mér kaffi núna Ok, damn! Toe shot! Chat, clip that! Oh my god Let's go! Ég núna allir tíman með bensinfer Hvað getur hann haldið lengi 6-7? What's up guys? Going for the world record 6-7 Current world record is 7 minutes I'm gonna go for... Nei! Current world record is 6 minutes I'm gonna go for 7 Lestu hérna Ertu búinn að hella upp á kaffi? Gerðu svona stóran pott af kaffi? Já Damn, let's go! What the hell? Anna tókshot What the hell is going on, sko? Já, þetta er nafni minn Hello everybody, it's Mr. Bombastic Time. Hvað er þetta podcast? Aldrei fann svo að Loki smá íslenski Mr. Beast Hvað er þetta? ASMR Ok Ok, drummer style Peanut butter.
Hvað upp á slæðins? Hann little camera shy. Oh! The podcast is turning into a crazy podcast. Shit is getting wild. Shit is getting way too wild. Heyrðu ekki á Ambassi? Nei, ekki tjók. Þú bara gafst bara $1 million of content þegar þú varst að fara að sækja Halldór. Það ekki? Jú. Toe shot. Crazy toe shot. My boy! What they've done to my boy! Little bit acting. And cut scene. Mér langar svo að gera svona acting reel fyrir TikTok. Nefnum bara ekki, þú veist, neitt úr einhverju alvöru, heldur bara svona búa það sérstaklega til fyrir Já, acting svona reel. eins og hérna gæinn sem er alltaf að deyja eða alltaf að svona lendast eitthvað hræðilega. Oh my god. Það er besti gæi á Instagram ever. Ég verði bara að gera svo leis. Alien abducts me in middle of the night. Með slím, einhverju slími, einhverju grænu slími. Það var awesome. Sko. Það er really awesome. Hey, beautiful boys, we're getting up to an hour. Are we calling it cap? Calling it quits? Jú, ég held að við sem cap, sko. Við erum bara að gegja þér að því. Takk fyrir allir sem koma og hlusta okkur live. Þetta verður vikulega, alla 3 dag frá 9 til 10. Hérna á FM 95 Steroids. FM 95 Steroids. 100% steroid natural. Damn it, Halldór. Hún búin að æfa þetta. Cut the mic. We're gonna have to have a talk there, boy. Thank you, peace.